Komið sæl og velkomin með okkur á Þingeyri. Þingeyri eitt fjölmargra þorpa í heiminum sem glímir við fólksfækkun. En hér í Blábankanum á Þingeyri að hefjast málþing sem ber yfirskriftina skapandi fólksfækkun. Spurt getur fólksfækkun verið skapandi? Ja, þeir segja það, Japanarnir frá litla fjallaþorpinu Kamiyama, og við ætlum að fylgjast með þessu málþingi sem nú að hefjast. Kamiyama rétt 5.000 manna fjallaþorp í Japan sem glímt hefur við fólksfækkun, atgervisflótta og hækkandi meðalaldur íbúa síðan á miðri síðustu öld. Með hverri fjölskyldunni sem fór minnkaði trú þeirra sem eftir voru á ágæti Kamiyama. Laust fyrir síðustu aldamót var einum íbúðanna þó nóg boðið og fór hann að vinna skipulega að því að breyta hugsunarhætti fólksins í þorpinu. Hann stofnaði Grænadalssamtökin árið 1990, þaðan sem stefnan skapandi fólksfækkun á rætur sínar. Hún gengur í stórum dráttum út á að fara skapandi leiðir til þess að bregðast við fólksfækkun og horfa til framtíðar. Þessi frumkvöðull, Ominami, komin til Þingeyrar 8.800 km leið ásamt félögum sínum til að miðla 20 ára reynslu sinni. Kamiyama is a kind of aging and shrinking, town. In 1955, we have 21,000, people living in Kamiyama. But right now, a little bit more than 5,000. So, very much shrinking town. So, under that, condition, I thought it impossible to stop deep, population. So we have to, focus on the, contents of, population would be more important, and, attracting more innovative and creative people. So they're gonna, make change with our locals, together. Most, places in Japan, so people, afraid of losing, population. But we have to avoid, those. We have to change our mind, but look, differently. So different, aspect we have to, focus on. The most important thing would be local people have hope. Or also they working on something new. And those attitudes attract people more innovative and creative people collecting. We started art program in 1999. Every year we invite 3 artists, 1 domestic, 2 international artists into Kamiyama. Yeah. Why do you think artists are so important? Because we thought place living or working artist would be a kind of fascinating. People interested in those towns. Also, we want to live the place artist lives. Yeah. 3 years later, one of the artists moved to Kamiyama. So they love Kamiyama. Yeah. So we didn't expect artists gonna live in Kamiyama. Why not? Because we are not confident about our town. Artists not gonna love our town. Because most people abandon their possibility in Kamiyama. So artists will be the same. They are not gonna pay attention to living in Kamiyama. But artists start living in Kamiyama.
Það þarf að skapa heilbrigða samsetningu samfélagsins, laða að ungt, skapandi og hæfileikaríkt fólk að utan, nýta tækni innviðina með því að auka samkeppnishæfni þorpsins sem stað fyrir atvinnulíf með því að þróa nýjar aðferðir. Listamenn hafa fengið minniháttar styrki, yfirgefin hús til að gera upp og land til að rækta. Með því skapast eftirsóknarverð stemming sem fólk sækist æ meira eftir og vill setja stað í litla þorpinu. 2008, we start attracting artists living in Kamiyama, but we faced one big problem. Artists living in Kamiyama have a very tough time to make living by art. So they can't live in Kamiyama anymore. So they moved to outside. And then we started Workers in Residence program. That is maybe a little bit closer to business than artists would be creators, like graphic designers, cameraman, or movie making specialists. They might live in Kamiyama, and also we make one renovation work for them to stay experimentally. And then we finished those renovation. And then, creators, coming to Kamiyama. So they can, self-employed, living, in Kamiyama. So that, those, maybe group of creators, attract other things, like 2010, one IT venture, company set up satellite office in Kamiyama. We thought we didn't have, jobs in Kamiyama, but those IT company offered, employment in Kamiyama. So people can move to Kamiyama as an immigrant. The biggest change is attitude of local residents toward those Green Valley project. People start looking at the possibility of the town. So depopulation of Kamiyama have happened because there's no possibility in Kamiyama. Most people thought that they moved out, but there's a job in Kamiyama, some jobs. So people see better side of change, and they start having hope or a possibility again. Yeah, that's a big change. Óminami fullur af eldmóð og bjartsýni. Hann segir mikilvægt að sætta sig við raunveruleikanum fólksfækkunina og beina athyglinni heldur að því að þróa nýjar aðferðir sem atvinnulífið geti unnið eftir. Róm var ju ekki byggð á einum degi og fólksfækkunin hefur ekki stöðvast. Maybe 20, 30 years still, decreasing, but someday gonna stop there. And also, at that time, we have maybe younger generation ratio will be bigger than today. So we can have a kind of hope to continue or survive Kamiyama town then. Sendiherra Japana á Íslandi segir að Grænadals hugmyndafræðin sé mikilsmetin og viðurkennd þar í landi. Því til staðfestingar má nefna að samkvæmt Forbes tímaritinu Kamiyama í öðru sæti yfir bestu frumkvöðlastaði í Japan og fjölmörg stórfyrirtæki sækjast eftir að komast þangað með útibú sín. Both Japan and Iceland is suffering from the same problem of, smaller towns getting small, depopulated, and so forth. And
the project in Kamiyama we have in Japan is very much a success story of a small town revitalize itself, regenerate itself. So sharing their experience in Kamiyama with people in Singari benefit both the revitalization projects of Singari and also people in Singari very much, I think. The same thing is happening everywhere, not only in Japan and not only in Iceland, but any place. I think same thing is happening. Bigger cities becoming bigger and smaller cities becoming smaller, yeah. En hvers vegna hefur þetta tekist svona vel í Kamiyama? I personally think that in Kamiyama, we had people who really loved Kamiyama, who really wanted to, revitalize and regenerate. So those people are most important. I mean, local people who is willing to, do some extra in revitalizing the city or town and try to regenerate the community. Yeah, and in Kamiyama we had many of them. So that's the secret of, I think, success of Kamiyama story. En það má kannski rekja upphafið að ævintýrinu til þess að fyrir 6 árum fóru eigendur Simba-hallarinnar að bjóða listafólki hvaðanæva að úr heiminum að koma og iðka sína list hér á Þingeyri. Wouter kom fyrst til Þingeyrar fyrir 12 árum í ævintýraleit. Hann keypti fljótlega Simba-höllina fyrir 2.500 krónur og síðan þá hefur hvert verkefni rekið annað. Wouter og Janne, kona hans, eru miklir frumkvöðlar. Fyrst var þetta að endurbyggja hús og svo byrja með svona hugmynd að setja kaffihús á stað. Svo kom fjölskyldin og svo líka svona var svolítið kannski mál fyrir okkur persónlegt að þar svona meira yngra fólk kringum okkur. Sérstaklega yfir veturinn svona, þetta svo langt. Svo byrjum við til að hugsa til að hafa svona listafólk kringum okkur. Og líka eins og það var kannski okkur svona upplifa. Ég var ekki heldur að hugsa til að flytja hérna að gera þetta. Þú kemur bara með tækifæri hérna til að prófa hérna, svo aðeins lengra, aðeins meira og svo ertu bara dettin í þetta líf og no return sort of. Svo ég var að hugsa, ég þarf að prófa þetta líka með listafólk, náðum hinga að láta þau bara gera eitthvað og svo sjáum bara til. Flestir myndi fara í burtu auðvitað, ganski sumir myndi koma eftir og já. En eru þau þá hjá þér í einhverja mánuði eða hvað lengi einu? Þetta mjög óformlegt. Það engin svona struktúr kringum þetta. Þetta bara hvað fólk langar að gera. Mest svona mánuð, bara virkar fínt. Það þýðir ekki að bjóða fólk hingi fyrir svona veki. Þetta alltaf stutt. Sérstaklega yfir vetratíma bara koma og fara hérna og flugin aflýst og bla bla. Þau að leita eftir eitthvað öðruvísi. Eitthvað svona, já. Eitthvað challenge kannski stundum líka. Og svona staðir eins og Þingeyri á Vestfirðir, þetta svolítið merkilegt. Hvernig, segðu mér? Nei, but it's just, þetta svo, it's both, þetta svona bæði very remote og harsh, svo sama tíma bara 4G út allt. Þetta svolítið þægilegt að gera eitthvað, samþjókt svona alveg svona ekta authentic tilfinning. Já. Hvernig fannst þér íbúarnir hérna hinir íbúarnir taka þínum gestum? Jú, fólk hefur alltaf bara verið svona bara opin, kannski tók svolítið langan tíma að skilja á hverja. Líka með okkur svona, ef við geftum hús og hverja kaupa hús á Þingeyri, hverja gera þetta upp, þetta svona borgar sér ekki, alltaf lága fasteignaverð. Svo hverja gera kaffihús, hver alltaf koma til þína kaffihús, þetta svona, já. En það kannski það eins og Japanarnir voru að tala að það eiginlega hugsunahátturinn sem þarf að breytast hér? Já, ég held, já, þetta svolítið málið. Ég held svona allt á Þingeyri og svona þessi fyrstur bara búin að ganga allt svona sama kjarnin, fiskveiða og vinnsla og þetta hefur bara stoppað út af ýmislegt.
og hann að gamla tíma, hann myndi ekki koma tilbaka. Nú þarftu að horfa í framtíðin og út af þú veist ekki hvað verður í nákvæmlega í framtíðin þarftu bara að skapa svona eitthvað andrumsloft sem að svona nóg sveigjanlegt til að taka á móti það sem verður. En hvað hægt að læra af japansku aðferðafræðinni? Það sem auðvitað frábært með þeim, þau eru bara með yfir 20 ára reynsla að vera hugrug og fjárfesti í dót sem maður getur ekki alveg mælt nákvæmlega frá byrjunni. Þú getur ekki mæla hvað mikið fólk allar vera ánað. Þetta svona, þú þarf bara að vinna meira á þína tilfinning. En heldur það sé tilviljun að það verið að nota samt svipa aðferðarfræði á báðum stöðum, það að segja að ná í listafólk til að koma inn? Já, og ég held að þetta kannski ekki beint listafólk. Ég held að þetta meira svona skapandi fólk. Þetta ekki list í sjálfu sér skiptir ekki mál. Ég held allir sem að gera eitthvað bara frá hjartanu sínu, með svona passion, þetta hefur alltaf mikið meira chance að komast að skapa eitthvað svona long term, sustainable, eins og eitthvað sem bara gert út af við þurfum að mæta klukkan 9 og gera þetta til klukkan 5. Já. Það skapandi fólk og frumkvöðlar sem að byggja upp samfélagin. Já, og samfélag breytist alltaf. Hún ekki bara, hann í dag svona, hann gæti verið allt öðruvísi á morgun. Man veit ekkert. Í fyrsta hópnum sem sótti listamanna vinnustofur Simbahallarinnar fyrir 7 árum var meðal annara japanski arkitektinn Yasuaki Tanako sem svo sannarlega hefur látið til sín taka síðan á Þingeyri. Hann hefur skoðað byggðaþróunina þar og segist merkja að fólk hafi mist bjartsýnina og mestu skipti að breyta þeim hugsunarhætti. Yasuaki þekkti til Grænadalsstefnunnar í sínu heimalandi og kom á samskiptum milli Þingeyrar og Kamiyama. Þorp og minni sveitarfélög á Íslandi hafa ekki farið varhluta af þessari hnattrænu þróun. Á Þingeyri fóru hallundan fæti fyrir rúmum 20 árum og ljóst að ef ekkert yrði aðgert myndi þorpi hverfa innan fárra ára. Fyrir rúmu ári var opnuð þar ný þjónustu og samfélagsmiðstöð Blábankin og hugmyndafræði hans ekki ólík þeirri japansku. Þessir menn sem hafa verið í þorpinu Kamiyama, okkur finnst það mjög inspírerandi það sem þeir eru að gera. Og þeir settu titil á sína svona stefnu sem skapandi fólksfækkun, sem kannski svolítið stuðandi að fólksfækkun neikvæð, en kannski það sem þeir eru að segja sem alveg rétt held ég að það skiptir kannski ekki máli að vera að telja hausana, það kannski innihaldið í samfélaginu sem við erum að gera. Og þetta alþjóðleg þróun, þetta ekki bara á Íslandi, það sem að minni þorp og fjarlægari kannski frá stórborgunum eru að minnka og verða eldri. Þannig að þegar maður gerir sér grein fyrir því að þetta ekki bara, þetta eru auðvitað ákveðnir þættir hér sem að stuðla að, en þetta líka alþjóðleg þróun. Þá kannski hugsa maður, já, við skulum ekkert vera panikara yfir þessu, að það sé að fækka fólki, heldur einbeitt okkur að því hvernig getum við gert samfélag hér sem svona sjálfbært og hefur gildi í sjálfu sér. Og þetta svona, já, kannski svolítið svona frelsandi að horfa á þetta og gaman svona að sjá hvað mikil svona viska hjá þeim, tala það að fyrst og fremst hafði bara langað til að gera eitthvað í sínu þorpi sem væri skemmtilegt og hefði gildi fyrir sig og það hefur síðan laðað að hellinga nýjum íbúum og fyrirtækjum og svoleiðis. Er það ekki rétt skilja að það eiginlega án þáttöku japanska ríkisins, þetta búið mikið bara frumkvæði þorpsbúanna? Jú, þetta frumkvæði þorpsbúanna sjálfra og mér skilst að aðferðirnar í Japan séu svolítið þannig að það sé verið að fá mannfrekan iðnað og hann fái skattaafslátt til að koma á okkar svæði og það lyfti öllu upp og svona þetta sé hugmyndin sem svona hefðbundin hugmynd í byggðaþróun í Japan. Þeir fóru allt aðra leið og byrjuðu á því að bjóða til sín listamennum og bjóða raunverulega svona sjálfur með frumkvæði í að bjóða fólki til sín og að segja við viljum okkur vantar núna svona fólk og hérna gæti verið bakari
og svona gera þetta svona svolítið öðruvísi en svona stóru kannski pennastrikkin sko. Blábankinn skapandi stofnun sem sett var á fót til þess að bregðast við niðurskurði á þjónustu á Þingeyri og stuðla að atvinnusköpun. Blábankinn veitir meðal annars bankaþjónustu fyrir Landsbankann 2 í viku, póstþjónustu og fleira. Blábankinn hélt til að mynda þessa málstofu skapandi fólksfækkun. Blábankinn svolítið sérstakt fyrirbærið. Þetta stofnun sem að reynir að vera skapandi og tilraunakennd. Stofnað afskaplega svona mörgum mismunandi aðilum. Það kaffihúsið Simbahöllin, það Ísafjarðarbær og það Vestinvest sem svona samfélagsfjárfestar. Og hann hefur ákveðin fjárstuðning frá ríkinu og með þjónustusamning við Ísafjarðarbæ og fleiri. Og svo við að reyna að skapa okkur tekjur til þess að grundvöllurinn verði svona tryggur til lengri tíma. Og kannski það vegna þess að það búin að vera fólksfækkun og kannski ákveðin tímamót að þá svona líka fólk og stofnanir opið fyrir því að prófa eitthvað nýtt. Þannig að það kannski líka það sem spennandi við að vera á svona stað. Það rými til þess að gera hlutina öðruvísi og það vilji hjá samfélaginu og öðrum til þess að reyna hluti. Það náttúrulega á Þingeyri, það hefur þjónusta og ýmis svona aðrar stofnanir og svona kjölfestur í samfélaginu farið, hvort sem það kaupfélag eða sparisjóður eða bæjarstjórn eða annað. Og það vantar kannski nýjar stofnanir í staðinn sem kannski ekki að horfa aftur til tíman, heldur frekar að horfa á hvers konar stuðning þarf Þingeyri framtíðarinnar eða hvernig eða möguleikarnir eða mismunandi möguleikar á Þingeyri og mismunandi hugsanlegar framtíðir sem þarf svolítið að kannski uppgötva og styðja við. Hvernig getur Blábankinn gert það? Blábankinn reynir að virkja kraftana sem hér og líka vera svolítið tengiliður út í heim. En svo hann líka suðupottur fyrir þróun og býður til sín frumkvöðlum og listafólki og svo framvegis að koma og vera og kynnast samfélaginu og reynir svolítið að tengja þarna á milli. Þannig að hann svona þróunar og tilrauna hugmynda eldi svolítið. En stofnanir, ef það ætla að vera sem sagt relevant fyrir framtíðina, að þá verða þær að vera svolítið svona tilraunakenndar. Það verða að tileinka sér svolítið svona hugmyndir listafólks eða frumkvöðlana. Menntastofnanir gegna ákveðnu hlutverki í Grænadals hugmyndafræðinni og styður stofnun Lýðháskólans á Flateyri sem að fara af stað seinna í mánuðinum vel við uppbygginguna á svæðinu. Japanska hugmyndafræðin gengur út á að reyna að endurvekja svona mannlífi í litlum afskekktum þorpum sem Flateyri vissulega og Lýðháskólinn kannski eitt skrefið í akkurat nákvæmlega þeirri tilraun að hér hafa íbúar, þeim hefur fækkað verulega á undanförnum 20 árum og Lýðháskólinn kannski eitt skrefið í því að endurvekja samfélagið og lífga það dálítið upp, ekki bara til þess að hafa hér fleira fólk, heldur auðvitað líka bara til þess að hafa meiri möguleika á að veita þjónustu, vera með afþreyingu, nýta íþróttahúsið, sundlaug og annað slíkt. Þannig að þetta rímar auðvitað alveg gríðarlega vel í þessa hugmyndafræði og svona kannski sem eitt af þessum skrefum sem þeir voru að lýsa í gær. Skapandi hugsun, nýjar nálganir og fólk sem kemur utan að og færir okkur nýjar hugmyndir, færir okkur nýjar leiðir, hvaða getur lita samfélagin okkar og hvað með eigum í raun að hjálpast að ýta undir það. Og það á að vera hluti auðvitað af okkar byggðastefnu en það það líka og hefur verið það en við þurfum að gera meira af því. Þingeyri þáttakandi í verkefni byggðastofnunar Brothættar byggðir. En hvað það sem skilur þessi verkefni að? Hún eins að því leytinu til að verkefni Brothættar byggðir gengur út á að hlusta á íbúana og vinna út frá þeirra forsendum. Og mér heyrðist nú á unga arkitekturum hérna á að það væri rauninni það sama sem að þeir leggja áherslu á að gera. Auðvitað þessi verkefni ólíka mörgu leyti og þeir að vinna í samfélagi sem ekki bara 2 milljónir heldur 100 milljóna eða allavega mjög margt fólk
og við erum í fámenninu en ég held að þetta sé grundvallaratriði að vinna með fólkinu og á forsendum þess. Hver helsti vandinn sem Þingeyri stendur frammi fyrir? Og það virðist nú vera íbúasamsetningin. Það það mikið af fullorðnu fólki og mér skilst að það sé örfáir á bilinu 16 til 30 ára og ég held að það sé að mörgu leyti áskorunin að fá fólk. Ég sá fyrir mig til dæmis yngra fólk sem býr kannski á höfuðborgarsvæðinu í miklu stressi og látum fólk jafnvel sem búið að mennta sig, veit ekki hvert á að fara og bjóðum að koma til Þingeyrar. Stundum er það svona drífandi líka að segja hér nú erum við komin í krísu, nú þarf að gera eitthvað. Það getur til dæmis verið gott auðvitað kannski til að fá stjórnvöld til að bregðast við, en kannski getur það líka verið lamandi. Og verkefni hefur náttúrulega fengið nýtt nafn sem heitir Öll vötn til Dýrafjarðar, sem vísun í Gíslasögu Súrssonar. Ég held að þetta verkefni við höfum eftir að geta nýtt okkur það vel. Þetta mjög gott verkefni að því leyti að það leggur mikla áherslu á að íbúarnir sjálfir marki sér sína framtíð. Og ég vona að Blábankinn sé fínn grundvöllur fyrir það. Það hellingur að gerast á undanförnum árum og búið að vera að gera. Og þá bara held ég að þetta verði stuðningur við það og viðbót. Fyrsta verkefni nýs bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar var að sitja málþingið. Það er ótrúlega gefandi fyrir mig að fá að byrja í nýrri vinnu á málþingi eins og þessu og á staði eins og Þingeyri líka. Mér þykir óbúslega vænt það og þetta var í rauninni fór fram úr mínum björtustu vonum og held ég allra sem eru vegna þess að það ótrúlega gefandi fyrir okkur sem erum alla daga að vinna að því að finna nýjar leiðir til að betrumbæta samfélögin og til þess að gera samfélögin betri fyrir íbúana að fá svona inspírerandi eða svona hugljómun að utan frá fólki sem í rauninni þótt þau séu ólík frá allt öðruvísi menningu, við allt öðruvísi uppruna eru að glíma við nákvæmlega sömu hluti og við erum að glíma við í okkar fámenni og ég held að þessi yfirskrift á málþinginu held ég að dragi þetta svolítið vel saman, þessi skapandi fólksfækkun, að þetta líka spurning hvernig við lítum á hlutina, að snúa því upp í hið jákvæða, hvernig getum við í rauninni náð að beisla orkuna inn í okkur, beisla kraftinn í góð verk sem í rauninni ég held að nálgunin, það sem þeir kennt okkur inn í dag, að hvernig þú nálgast hlutina ofboðslega góð byrjun og bara allur þessi sköpunarkraftur sem einhvern veginn skynjar frá þessari góðu reynslu þeirra frá Japan að hvernig þetta allt byggir á í rauninni svona skapandi hugsun. Hvernig þú í rauninni snýr hlutunum á hvolf til þess að finna út úr því hvernig getum við nálgast hlutina öðruvísi. Þurfa endilega að vera svona. Þannig að svarið við spurninguna af hverju gerum við hlutina eins og við gerum þá. Ef að svarið alltaf af því við höfum alltaf gert það svoleiðis, þá það ekkert sérstaklega gott svar. Og þá hlýtur það alltaf að leiða af sér spurninguna af hverju höfum við alltaf gert það svona og ættum við kannski að setjast niður og endurhugsa þetta. Ættum við að setjast niður og velta þessu fyrir okkur. Hvað getum við lært af öðrum sem hafa verið í sömu sporum? Og til þessi leikurinn gerður held ég með svona málþingi sem ofboðsleg verðmæti fyrir okkur að fá inn svona utanaðkomandi ráð eða hugvekju það hvað mögulega getum við gert til að halda áfram. Og þar með ekki sagt að hinga komi sendinum til að segja okkur að við séum að gera allt rangt og þau hafa gert allt rétt. Heldur einfaldlega bara ef við getum orðið þeim hugljómun og þeir verða okkur hugljómun sem í engum vafa eftir að hafa setið og hlustað á öll þessi mikilvægu og flottu erindi að þá erum við í rauninni að ná framförum á báðum ykkstöðum. Þannig að virkilega ánægður með fyrsta daginn í starfinu og þetta skuli byrja svona. Það bara svona treystir mig í trúnni að ástæðan fyrir því að ég sótti það fast að flytja heim, leggja mitt af mörkum, hætta að tala byggðirnar heima og koma heim og taka þátt, að ég hef aldrei verið eins viss að það sé hárrétt og góð ákvörðun. Í næsta þætti skapandi fólksfækkunar beinum við sjónum okkar að framtíðinni og þeim skapandi möguleikum sem Þingeyringar sjá og geta nýtt til enn frekari uppbyggingar á svæðinu.